Já, við erum hérna stödd á höfnum á Skaga, í Skagabyggð í Austur-Húnavatnssýslu. Og við fengum sem sagt ábendingu það að hér var minjar að fara í sjóinn og það fundist hérna gripir sem voru að koma hérna út úr rofabakkanum hjá hérna bakum mig. Það voru bein, sennilega hvalbein með einhverjum mannaverkum á, búið að sníða þetta til og við fórum sérst hérna frá Minjastofnun núna til þess að skoða þetta betur, hreinsa sniðin og reyna að fá einhverja hugmynd aldur á þessu og náttúrulega bjarga þessum gripum sem gætu verið að falla hana úr bökkunum og sigtuðum sem sagt það sem var að falla hana fram og fundum eitthvað svolítið af gripum og meðal annars koparþynnur og það sem virtist vera brenndur leir með einhverjum koparleifum á. Við eigum eftir að skoða það betur hvað það getur verið og fleiri gripi úr hvalbeinum og öðrum dýrabeinum. Nei, ég veit það ekki. Jú, hann lítur nút fyrir að vera í eldi þessi steinn. Hann er eldsprunginn og sótaður. Gæti verið eldstæðir, hreinlega hérna. Það er ljóst að þarna hefur verið verkaður fiskur gert að. Þetta er nánast ein samfelld verstöð hér, nyrsti hluti þessara jarðar hafna. Svona heimildir segja til það að það hefur líklega verið útræði hérna frá landnámsöld og fram eftir öllu. Og það eru alveg geysilega mikla minjar hérna og því miður stór hluti er að fara í sjóinn. Og við sjáum hérna að þetta var allt saman fornleifaskráð hérna 2008. Það sem var farið og minjarnar mældar upp með GPS-tæki. Og við sjáum núna þegar við erum að koma á sömu staði að það eru tóftir sem voru mældar upp þá sem eru nær alveg horfnar núna. Allavega á einum stað. Og annar staðar er komið aukið rof í bakkana. En það er alveg ljóst að við þurfum að gera hérna eitthvað meira. Við þurfum að koma hérna aftur og gera frekari rannsóknir á fleiri stöðum hérna. Þetta eða miklu leyti er þetta bara að fara í sjóinn, sem er alveg sorglegt að þetta er ákaflega merkileg heimild lífsviðurværi og sjósókn Íslendinga á fyrri öldum. Og þetta er því miður ekki eini staðurinn á landinu þar sem svona er háttað. Það er mjög víða mikið landbrot við strendur landsins. Náttúran er víða valda skemmdum minjum. Og það er erfiðara að koma böndum á það en það sem við getum gert er að hafa eftirlit með því og reyna að fá einhverjar upplýsingar út úr þessum stöðum sem eru að hverfa á.